Já, þá komið að loka atriði þessa þáttar. Það hérna samtal okkar bræðra stjórnmál dagsins. Kannski ESB eins og við verðum. Já, þetta þátturinn búin að vera náttúrulega. Mér syndist að þeir hafa alveg ná að snúa hvor öðrum að Gulli ætli að segja já og Pavel nei. Heldur betur ekki. Nei, en þetta var bara fjör og skemmtileg umræða. Ég var að hugsa að fá svona þingmenn sem að svona kunna svara fyrir sig og hafa sína skoðanir og menningar getur verið mikið skemmtilega heldur en að vera með forystufólki sem alltaf að gæta sín á einhverju. Já, en nema Sigmundur Davíð er náttúrulega ekki að gæta sín á neinu. Nei, við fáum hann aldrei, við erum búin að markreina það. Hann gæti sín á því að koma ekki á samstöðuna. Já, eitthvað Hann þorir ekki að koma. Hann þorir ekki að koma, lítur að vera ástæðan. Já, ég man eftir því þegar ég var illu hilli, fréttastjóri 365 þegar á svona mjög leiðinlegum tíma og með Sprengisand. Þá var ég að skrifa svo leiðari í Fréttablaðið og svo með Sprengisand. Og hann boðaði mig til sín og vildi meina það að ég væri valdamesti maður bara þjóðarinnar. Ég sagði, þú ert forsætisráðherra, þú segir þetta. Og svo sagði hann, nei, það veri ég og svo Sif Sigmarsdóttir. Já, ég var að reyna að mótmæla þessu, það gekk ekki neitt. En síðan hefur hann bara ekki talað við mendi. Nei, en hann mjög ákafur í umræðinni. Já. Ég hef verið að segja að ég er ekki viss hvort að þessi sniðut að vera með þá áköfustu inn á vellinum, svona síðustu metrana. Nei, við vorum með þeir strákarnir, Pavel Ég er ekki að segja við að tala við og ég er að segja að jáararnir og neyjararnir eru skipulögð samtök og hvort þau ættu nokkuð að vera að senda eins og Sigmund Davíð inn á vellin. Eða Ólafur Ragnar sem eru... Þetta verður ekki úr þessu nýr íhaldsflokkur. Við rættum aðeins þegar vorum í fyrirhlutanum meðal annars svona kannanir og eitthvað. Ég hlusta á meginhlutanum. Það er ekki að þetta sé til dæmis í Bretland er það þannig að það gerir engin skoðanakönnun í dag nema að spurja hvað kaustu í Brexit. Það er eiginlega til þess að vigta niðurstöðunar og fleira. Þarftu bara að vita það vegna þetta er kannski það mikilvægasta sem spurt og kannski er þetta já og nei í þessu orðið svona mest afgerandi línan í íslenskri pólitík. Það er í dag. Ekki nokkuð að við vorum að reyna átt okkur á því hvað veldur því stundum er fólk að segja nákvæmlega sem hlutina en enda svo bara að segja þessum hefur gangið Evrópusambandið eða þessum hefur ekki gangið Evrópusambandið. Hvað það er sem að veldur, það er eitthvað svona sjálfsmyndar, þetta er svona sjálfsmynd þjóðarinnar. Hvort okkur sé... Mér finnst líka svolítið í þessar umræðu, ég er svolítið gáttaður á manni eins og Ólafur Ragnar Grímssyni að svona hvernig hann er að fara svona gegn utanríkisráðherra og svona... Já, hann er svona í að því að þetta sé alltaf óheiðarlegt fólk. Já, og tekur hana svolítið fyrir, hún sé bara búin að breyta allir í stjórnsýslunni í einhver áróðusmiðstöð. Eitthvað svona bull, hann skuli leyfa sér að tala með þessum hætti. Hann er með svona populískustu framsetninguna fyrir utan Sigmund Davíð. Já. Og það sem snýst það að það sé verið að brugga okkur launráð og andstæðingar okkar eru landráðamenn og svikarar. Já, eitthvað þess að veru. Þetta er eitthvað þess að veru. Hann er að leiða þessu þar og mér fannst að ég horfði á það sem fór í spursmál, það sem Stefán Einar er með. Já. Og þá var ég að horfa á svona gamla baráttujakslinn og þá var að leita svona að því hvað hann geti gengið langt. En að því að það var eiginlega engin mótstaða, þá fór hann eiginlega, fannst mér alveg út yfir allan þjófaborg, Og ég meina, þetta er náttúrulega pólitíkin og sumir líta svo á að þú vinnur kosningar með því að láta svona. Heldur það? Já, Brexit var unnið svona og Trump hefur unnið svona og eiginlega öll stjórnmál í dag eru farin að vera í þessum nótum, Já, mér finnst bara, Ólafur Ragnar minn þjóðhöfðingi hér í 20 ár. En þetta var bara gamli Ólafur Ragnar sem ekki. Hann var ekki verið ótrúlega hatramur og þinginu. Já, hann var ekki svona...
hann mætti bara gamli, hann vildi bara vera ungi Ólafur Ragnar, það er búin að vera leiður á því, vera gamli Ólafur Ragnar, búin að vera í 20 ára að ég passa heyrði sig. nú eitthvað sem hann var svona híkandi í máli sínu, sko, sem hann var ekki á þeim tíma, sko. Nei, en hann var svona ákafur talsmaður eins og hann var í pólitíkinni í Galanda Jú. og kannski leiðist hann bara að vera forseti. En ég velti einu upp hérna í fyrirlutunum, Já, að því að Guðni T.H. hefur mætt í þætti. Ég var nú að hugsa að bjóða honum daginn, svo bara hætti ég við, fannst einhvern veginn að vera nóg, hann væri búin að vera eitthvað staðar á einu stað. En hann hefur mætt í Kastljós og hann var í Sprengisandi í morgun. Og ég var að veltaði upp, sko, líklega væri hann ekki í þessu þáttum, nema vegna Ólafur Ragnarar. það getur alveg verið. Þannig að ég held að hann vilji stíga fram og hann er náttúrulega allt annar karakter heldur Ólafur Ragnar. En hann minnst það svona næstuð augljóst að hann er svona jámein, en hann er bara ekkert að segja það, sko. Nei. En hann er svona leggur eitthvað til. Já. Og- Ég hefði haldið þetta líka, já. Af því að þeir voru náttúrulega andstæðingar. Ólafur Ragnar ætlaði að bjóða sig fram til forseta. Já. Hann hætti við þegar eiginlega Davíð kom, Já, en þá hafði Guðni komið og það var eitt þáttur sem að þeir voru saman, maður þetta því, Davíð og Guðni. Jú, það var eftirminnileg þáttur. Já, Þar var, sko, sagnfræðiprófessorinn mun sterkari heldur en margrindur sem að var að nota svona svipar aðferðir og Ólafur Ragnar er núna, Já. og svona skítastjórnmála. Og ég veit ekki, mér fannst svona eins og þá væri Guðni að stilla sér upp svona kannski sem 9 tíma á móti svona tími Davíðs og Ólafs var í liðin. Mér finnst það svona, hvort það hefði svona vaknað hjá hann vilji á því að vera með núna. Áður, Því að vanalega hefur hann reynd að forðast öll svona átök, sko. áður en að Guðni var eitthvað huglega að bjóða sig fram. Að þá veist ég og hann vorum að vinna svona verkefni sem ekki varð. En hann var hjá mér í Sprengisandi og vorum að tala um Ólafur Ragnar. Að teka fram, þetta var góðum tíma áður en að hann bauð sig fram til fórseta og áður en að bara kom til greina. Og þá sagði hann að hann væri, sko, Ólafur Ragnar væri pólitískt villidýr. Já, hann er það náttúrulega. Já. Og hann steig inn á og varð svona forystumaður í neyhreyfingunni, ótvíraður, og hérna hafa verið bent á það vant eiginlega forystuna í áreyfinguna. Af því að gengur eiginlega ekki að það sé Þorgerður Katrín. Það er svona skrítilegt jafnvægi. Nei, mér finnst, sko, ég er búin að sjá á netinu svona, eitthvað svona, vera að fara bara svona, heldur, grúft í hana, sko. Það er þetta með að andstæðingurinn sé landráðamaður og það beinist mest gegn henni, að lítið beinst það til þess Kristrúnu eða Pavel eða eitthvað. Þetta er aðalega verið Þorgerður Katrín sem að situr á svikráðum með einhverjum hérna, fólki í Evrópu. Það er svona þessi tónn. Og að hún sé eiginlega ærulaus manneskja. Það er voðalega leiðilegt að sjá þetta. En svona eru stjórnmálin í dag. Og á móti kemur að margir jáararnir eru að segja við helmingina þjóðina þessu handbendi útgerðar auðvaldsins sem að meikar enga sens. Nei. Það er ekki helmingur af þjóðin ég ætla að kjósa svo Þorsteinn Már. Nei. Það er ekki. Nei, þar er nú fólk svolítið að meina, sko, til dæmis svona mokkalínan og þetta, sko. Af því og mokkin er með sína línu. Það er, þú getur sagt nei að hans að vera á mokkalínunni. Já, ég veit það. Ég er að segja, sko, að stórútgerðin var að borga eitthvað 400-500 milljónir inn í mokkan núna. 600. 600? Já, með þess aldur. Og til að halda þessu áfram. Og það bíla hent svona 200 milljónum í áfram Ísland. Það veit ég ekki. Ég finnst það rosalega mikið auðlýst. Já. Og reynda líka hinum megin frá, mikið auðlýst. Já, en þá er það, sko, hérna, kannski fólk að meina það, að það sé, sko, ef það er svona tekum okkar línuna, að þá sé það svona í framhaldi af útgerðarauðvaldinu sem borgar okkar. Það er bara, meikar ekki sens að helmingur af þjóðinni sé þar, sko. Nei, ég er ekki að segja helmingur af henni. Hluti af þessu fólki sem ég veit ekkert um þetta. Nei, það hefur verið svona leiðinda tónn í umræðinu líka, svona einhver er að skrifa eitthvað og þá hefur verið í að því að hún sé borga fyrir að fólk sé ekki að segja sína skoðun, heldur sé að þjón einhverjum og þetta er rosalega leiðindi.
En kannski gerum við of mikið úr þessu að horfa á leiðindina því að raunverulega mjög þykk og góð umræða búin að vera. Já, mikil úrskurð. Þannig að kannski ámaður bara að leiða þetta hjá sér þetta, sumir eru náttúrulega ekki húsum hæfir og hafa aldrei verið það sko, og verða það ekki í þessu frekar en öðru sko. Nei, við erum kannski ekki að tala þá. En mér finnst þetta með það sem að ég hef gert hérna við Rauðaborðið, ég bara fengi yfirleitt bara einn í einu og rætt við með ESB. Mér finnst það að verið bara ótrúlega áhugavert. Já. Og reyndar skiliði sko spurningamerki höstum á mér því að stundum finnst mér sko fólk nota sömu rökin til þess að réttlæta já eða nei. Þannig og þess vegna var ég tölur tíma hérna í fyrir hlutunum í því að velta fyrir hvað er það raunverulega sem veldur því og ég held þetta sé bara næsta sem hefur komið svona menningapólitík eða svona sjálfsmyndar stjórnmálum sem hefur verið á dagskrá íslenskra stjórnmála. Ég held að þetta sé bara svona sjálfsmynd hvort að þú lítir á það að við getum tekið bara Óla Ragnar og Guðna T.H. Ólaf Ragnar er með svona sögurskoðun að við reynst okkur best að vera sjálfstæð, að við börðust fyrir sjálfstæðin og þar með urðu við eina ríkustu þjóðum Evrópu og háðum þorskastríðin og eitthvað fleiri og við megum ekki missa þetta. Guðni T.H. segir alveg sömu sögu nema hann segir að mesti ávinningur sem við fengið er að þegar við höfum notað fullveldið í því að vera í samvinnu við aðra þjóðir eða náð okkar árangri á svona alþjóðlegu vettvangi og ég held þetta sé bara hjá mörgum þetta bara svona eitthvað grundvallaratriði í bara sjálfsmynd sinni sem Íslendingur hvort að maður Ólafur Ragnar var til dæmis þegar hann var útrásavíkingur forseti útrásavíkingana þá sagði hann oft að vera góður Íslendingur að vera góður heimsborgari eða að vera sannur Íslendingur þá var hann á svona frekar línunni sem að með Guðni vera á í dag að þú veist það er ekki að vera bjartur í sumar og svona bara loka það af heldur sé það einmitt til þess að vera góður Íslendingur eða sannur Íslendingur, þá er þetta að vera góður heimsborgari líka. Það er ráða við að vera... Þetta sagði sem þetta útrásatímólum. Já, en ég hef ekki eftir að segja þetta. Og Guðni sjá þeirri línu líka. Já, mér finnst hann vera þar svona að Eiríkur Bergmann var hann var að tala að nota fullveldið. Til þess að það var fullveldi, hann var að taka dæmi að bæjarar eða katalónar hafa ekki fullveldi sem að líta á þessu þjóður, vantar ekki þjóðernis kendina í bæjara eða katalóna eða baska eða skota eða eitthvað leys. En þeir hafa ekki möguleika á að nota fullveldi sitt. En Íslendingar hafa það og hann var að tala að við skulum berjast fyrir að ná fullveldinu en þá skulum við ná því til þess að nota því eitthvað, til dæmis að ganga í Evrópusambandið. Það var einu sinni þegar var Smári, þá, ég held að Guðmundur Halldórsson sem var þegar var landsíðan það var í Sprengisendi, þá var hann að tala um fullveldi. Það var daginn að tala. Og þá sagði hann að ef að úlingur neitar að taka til í herbygginu sínu og foreldrarnir er alltaf að tuða við hann að verði að laga til. Og þá segir hann að ég lýsi við fullveldi. En það er einskis virði nema foreldrarnir samþykki það. Og það er sama með hina, með þessi þjóðabrót sem þú tala ef að þeir fá ekki samþykkt fyrir fullveldinu sínu, þá er það ekki fullvalda. Þeir eru held að bara áfram að berjast. Já, ég segi það, já, þar til þau fá samþykki. Fullveldi verður ekki nema einhver samþykki úr fullvalda. Já, þú getur sömuleyti, tekið að einhverju leyti, eins og Skotar, þeir hafa náð þeir hefur þetta í þing, þeir geta eiginlega stjórnað innri málum sjálfur. Þannig það eru áfangar í þessu við sama eins og var hjá Íslendingum. Það er munur á 1918 og 44. Eins og katalónandir virðast ekki fá þetta. Það er mikil andstæða þar. Og Skotarnir ekki heldur. Þeir vildi kjósa fyrir nokkrum árum um fullveldi. Hverjir? Skotar. Þeir kusu. Þeir kusu, já. Það er nefnilega verið mun eða segjum verið nei verið ofan á. Mun þá Evrópumál verið tekin af dagskrá næstu 10 árin? Nei, við bara lítið til Skotlands og það var bara daginn eftir að það var fellt sjálfstæðið að þá bara var haldið áfram sjálfstæðisbaráttunni. Þannig ég held eiginlega besta leiðin ef ykkur vill losna við Evrópumálin þá er það verið sagt já og svo verið lagður samningu fyrir og honum verið hafnað.
mér finnst það þá það frekar erfitt að fara daginn eftir að halda fram einhverju Evrópu. Já, mikið rétt. En það alveg sama hvort að vera já eða nei, að það muni eiginlega ekkert breytast í umræðinni. Ef það verður já, þá verður Alþingi stútfull af þessar umræðu. Það var bara allt. Átök, pólitísk átök þar að vera alveg blóðug. Já, ég líka með neið að Já, en ekki þar inni, ekki? Nei, jú, það verður það. Já, verður jáararnir munu halda því fram að svipað og samtu Brexit, að þeir sem vildu vera áfram í Evrópusambandinu, að þeir unnur raunverulega eftirleikin. Það mat Breta í dag miklu frekar að þetta hafi verið mistök að segja þetta. Þannig ég held að Evrópusinnarnir, ef það kemur nei, að þeir munu fara strax í baráttu að segja að þarna hafi verið peningar og fleira sem hafa haft áhrif á það. Þannig að alls konar blekkingar hefur verið leitt til þess að fólk var narra til að segja nei. Ég meina, við sjáum það í Brexit. Sjá hvað verður. Ef ekki að fara að hætta þessu. Svo hætta þessu. Herðu, við þakkum öllu gestunum sem hafa hingað komið og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á sem að ég gerir stundum að þið hafi byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem við séð hér og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube á síðum samstöðurinnar í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, en það útvarpsveitingar má líka sækja á spilarann, alls það sem net á annað borð. Við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma, þar erum við með 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kapalkerfunum hérna suður með sjó og kannski ef þið vil, ég er úrkúla vonu það að önnur fjarskiptafyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem líklega í klukkutífum talið mesta samfélagsumræða sem í boði í íslensku fjölmiðlum. Ég bara botni ekki í því okkur fjarskiptafyrirtæki vilja, kannski það pólitík, að það vilja ekki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni. En það sem að knýr samstöðuna áfram ekki auglýsingar og ekki einhver ríkur eigandi, heldur það áhorfendur og áheyrundur sem hafa gerst áskrifundur og vita það að við munum ekki að eiga svona umræðu vettvang eins og samstöðunni nema með því að almenningur taki þátt. Við gerum það ekki fyrir peninga ríkakalsins, hvort sem það gegnum auglýsingar eða eins og var talað hérna áðan hlutafés framlag innan ríku til þess að halda út í fjölmiðlum. Þetta verður einungis gert með því að almenningur taki þátt og það hefur yfir 1700 manns átt að segja á sem eru áskrifundur að samstöðunni. Ef þú vilt slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þá getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, en það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að segja þetta gott í bíli og njóti þessum eftir að helginni, svo sjáumst við aftur hérna með nýtt efni annað kvöld þegar rauða borðið byrjar klukkan 8. Takk fyrir í dag.